Leo elskaði að spila fótbolta í garðinum en hann sá oft Herra David horfa úr hjólastólnum sínum. Leo var dálítið feiminn og óviss hvað hann ætti að segja, stundum leit hann jafnvel fljótt undan. Einn sólríkan eftirmiðdag tók vinkona hans, Mia, eftir óþægindum Leo og gekk að honum. Af hverju segiru ekki hæ við Herra David, spurði hún hann blíðlega. Leo muldraði, ég veit ekki hvað ég á að tala Mia. Hvað ef ég segi eitthvað rangt? Mia brosti og svaraði, Herra David elskar sögur og hefur margar áhugaverðar að deila. Hún keyrði síðan hjólastólnum að Herra David sem var alltaf með hlýlegt bros. Mia kynnti Leo sem var enn dálítið stressaður. Herra David heilsaði þeim vingjarnlega og spurði leikinn þeirra. Leo byrjaði rólega að tala uppáhaldsliðið sitt. Herra David sagði frá fyndinni sögu frá æsku sinni þegar hann reyndi að spila tennis með brotinni spaða. Leo hló og fannst hann miklu afslappaðri. Hann áttaði sig á því að Herra David var alveg eins og allir aðrir, fullur af lífi og sögum. Frá þeim degi heilsaði Leo alltaf Herra David með stóru brosi. Hann færði honum jafnvel ferskt grænmetisnakk heiman frá sér stundum og þeir töluðu í marga klukkutíma. Leo lærði að sönn vinátta skiptir sér ekki af mismun. Allir eiga skilið góðvild og virðingu, óháð getu sinni. Með því að rétta út hönd og deila brosi getum við glætt dag einhvers og byggt upp yndisleg vináttubönd. Gerast áskrifandi að Íslandi hehó fyrir fleiri hjartnæmar sögur, líkaðu við þetta myndband og deildu hugsunum þínum í athugasemdum.